Komið sælar blessaðir, kæru fiskar. Ég er búin að taka hérna fyrstu spilin fyrir ykkur og spilin byrja á að segja nei. Þetta getur verið neitun sem að þið hafið nú þegar fengið eða ef þið eru að bíða eftir einhvers konar svari, þá er svarið hér nei og kemur með viðvörun með sér. Viðvörun það að taka eftir smáatriðum, taka eftir einhvers konar merkjum eða tíðindum eða signali. Og þetta er ákveðin aðvörun að loka ekki augunum fyrir því sem að er undir niðri. Hvað það er, kæru fiskar, sem að hér ræðir, veit ég ekki alveg, en eitthvað hefur þetta að gera með hluti sem að þið eru búin að vera að bíða eftir. Ef þið lítið þessum aðvörunum eða farið varlega varðandi hlutina og taki bara eitt skref í einu, skulum við segja, þá sýnist mér þetta ætla að ganga upp, en akkurat núna er einhverja dyr sem eru lokaðar. Þannig að bara gefið ykkur tíma og tíminn mun síðan vinna með ykkur. Fyrir marga ykkar kæru fiskar finnst mér eins og þetta sé vinnutengt. Og tímabilið 6 vikur kemur líka hérna inn, þannig að það getur verið eftir 6 vikur eða innan 6 vikna munu hlutir skýrast. Ég veit ekki hversu vel þið sjáu myndirnar hérna á spilunum. Hér er sem sagt kona sem á von á barni og spilið táknar yfirleitt frjósemi og það að einhverjir hlutir er að fara að fæðast, gæti verið hugmyndir eða slíkt, en spilið táknar líka bókstaflega að barn sé á leiðinni og fyrir einhverju ykkar kæru fiskar munið þið fá fréttir það innan tíðar. Og þetta litla barn tengist vinahópnum ykkar. Þannig að einhver vina ykkar gæti átt von á barni. Þau ykkar sem að eigið ekki von á barni sjálf. En margir ykkar kæru fiskar eru líka bara að fara að upplifa ný tengsl, nýja vináttu, ef þið vill eignast nýja vini í fleirtölu eða bara einn vin sem áttur að skipta ykkur miklu máli og samskiptin við hann eru framundan eða þau og það skiptir höfuðmáli að hafa samskiptin opin og opin og lifandi, skulum við segja, það er að segja ekki að loka neinum dyrum eða slíta tengsl þó að það sé eitthvað sem að kannski þið hafi verið að hugsa að halda þá frekar leiðinni opinni. Því þessi spil, þó að þau hafi byrjað á þessari neitun, þá sýna þau jákvæða þróun fram á við. Og eftir þessar 6 vikur, þegar hlutir hafa skýrst, þá munið þið fara að uppskera líka
eitthvað varðandi vináttu, varðandi tengingu við aðra. Þetta kemur bara mjög skýrt þannig. Alltaf gaman að eignast nýja vini, hvað sem síðar verður. En þið ykkar sem að eigi von á barni óska ég bara til hamingju. Það getur verið vinátta sem aftur að bera ávöxt líka í eiginlegri eða óeiginlegri merkingu. Við skulum sjá hvað kemur meira. Það er aftur skilaboð, upplýsingar, fréttir, samskipti og aftur það að staldra við, gefa hlutunum tækifæri að þróast, ekki samt staðna í því að vera að horfa til fortíðar. Við erum of mikla eftirsjá eftir einhverju þó að þið fái neitun núna. Það er bara, það getur verið að sé verið að stöðva ykkur af ákveðinni ástæðu og það að hjakka bara áfram í sama farinu og ætla að komast, það getur bara leitt til þess að tíminn verði ennþá lengri eða að hlutirnir fari versnandi. Þannig að reynið bara að taka þessari stöðnun sem einhvers konar pásu eða bið sem að er ef til vill bara nauðsynleg fyrir þróunina í framtíðinni. Ykkur er ekki ætlað þetta akkurat núna. Setja smá æðruleysi í þetta. Og ég sé að margir ykkar eiga erfitt með þetta. Eru svolítið svona spólandi að breyta hlutunum. Ef þið viljið breyta hlutunum þá er bara að gera sína þolinmæði og anda í maga og leyfa hlutunum að hafa sinn gang. Þannig verður mestur árangur. Ok, aftur komið hérna inn á samskiptin. Það virðist vera mjög mikilvægt bæði hjá ykkur og fleirum að hreinsa loftið, stendur þarna, eða hreinsa andrúmsloftið. Miklir stormar hreinsa oft andrúmsloftið, vænar rigninga bunur hreinsa líka loftið. Ef til vill þurfið þið að tjá ykkur við einhvern ákveðin aðila. Þið fáið hérna í þrígang spil sem varða tjáningu og það koma hlutunum áfram. Þetta er ekki endilega tilfinningaleg tjáning, heldur ef til vill setja einhverjar upplýsingar fram eða staðreyndir sem að hinn aðilinn ef til vill vissi ekki af. Þannig að þið megið hafa það í huga og það getur orðið líka til þess að vináttan eflist. Ef til vill er einhver að fara að tjá sig við ykkur. Þið getur verið á hinum megin við borðið. Svo eru hérna einhvers konar erlendar pælingar að fara erlendis eða fréttir frá aðutan. Og alheimurinn er hérna að sýna ykkur bara þessu spili hversu margt dásamlegt hann hefur að sýna ykkur. Þannig að ef þið fá tækifæri til þess að ferðast erlendis og skoða nýja hluti, sérstaklega eitthvað sem er mjög ólíkt því sem þið eiga að venjast, endilega grípið það tækifæri. Það er eitthvað sem að þið munu búa að í framtíðinni. Þið eftir að upplifa hérna mikla fegurð og mikla vellíðan. Margir ykkar
kæru fiskar, eruð einmitt að fara nálægt vatni eða sjó, þar sem að þið eruð í ykkar rétta elementi og það er hreinsandi og mýkjandi og heilandi að bæði bara að vera við vatn eða við sjó og eins fyrir ykkur sem eru hugrakkir og fara á bólakaf. Það er ykkur eðlislægt, kæru fiskar. Ok. Þannig var nú það. Skilaboðin til ykkar, fiskar góðir. Ég óska ykkur allsins besta með þetta. Ljós og kærleikur.